annað fjara fólk sem reyndar ekki tengt þínum flokk, en það núna umtalað á öllum kaffistofum landsins uppþótt á lista samfylkingarinnar, þar sem að einn frambjóðandinn vildi svo óheppilega til að það einn af þeim sem að hefur verið svona dómharðastur í framlínu cancelkúltúrsins og til dæmis talaði mikið það að miðflokksmenn ættu ekkert erindi á þing vegna kvenfyrirlitningar, svo kemur í ljósa að hann að skrifa pistla fyrir mörgum árum síðan vissulega, en pistla sem að eru, ég hef sjaldan eða aldrei séð jafn stæka kvenfyrirlitningu og menn sem að tala þeir sem að gagnrýna kynjakvóta eru oft kallaðir kallrembur og kvenfyrirlitningar pésar þeir eru bara með eitthvað svona málefnilega gagnrýni á feminisma, þá var stórin kallremba. Þarna eru að sjá bara svona bonafide kallrembu. Sérstakt mál, hvernig horfið þú á þetta? Hvernig blasir þetta við þér? Ég ætla nú að reyna að forðast það að vera með stóra dóma hérna, en ég meina þetta mál auðvitað bara eins og það og augljóslega Þórði Snæ og flokknum þungbært ekki síst í aðdraganda kosninga, og þegar búið að stilla upp lista og ekki hægt einu svona að gera breytingar, jafnvel þótt að menn vildu gera breytingar, en já, ég meina ég vil ekki bara segja, mér hefur stundum fundist sem pendúllina eigi til að sveiflast svona út á jaðrana í íslensku samfélagi, og það fóru margir á þann vagn á tímabili að fordæma eitt og allt og annað, og endanum var bara allt orðið ómögulegt, og menn sitja þá bara uppi með það sjálfir að skýra það hvernig þeir líta út í ljósi til dæmis svona upplýsinga með alla sína þungu dóma yfir öðru fólki. Ef við ekki bara öll að taka þetta aldrei til okkar að spyrja okkur hvernig er gott að lifa lífinu og hversu skynsamlegt er að vera sífellt með munnin opinn og vera að dæma annað fólk eða senda út einhver skilaboð það hvað aðrir eru ómögulegir. Jú, við skulum vona að nú lifni við máltækið úr Biblíunni fyrir Þórði Snæ, dæmið ekki og þér munið ekki dæmdir verða. Kannski að hann á einhverja svona hugljómun með það loksins. Já, en svo er þetta líka dæmum það hvað netið geymir upplýsingar lengi. Nákvæmlega.